Við erum alltaf með einhvern veginn spákúluna fyrir framan okkur í Evrópu. Við nennum ekkert einhverju Tommy Robinson dæmi hérna. Þannig að hvernig grípum við þennan bolta án þess að þurfa. Við getum ekki bara verið einhvern veginn, já, nei, þetta þannig, út af því að þetta er líka einhvern veginn svona eilífðarvél eða svona eilífðarhringrás. Það sem að, sko, þú veist, það er hérna, kemur eitthvað fólk og segir hérna, já, við þurfum að taka þetta fólki út af að við viljum vera góða manneskjur. Og maður segir svona, já, en þú veist, munið ekki hafa einhver áhrif. Nei, það er bara, við þurfum bara að vera með nægilega mikið inngildingaverkefnum og einhverjum svona úrræðum. Ok, já, og þurfum við þá, þú þarft að taka bara nægilega vel á móti þeim. Og svo hérna fer þetta ekki vel eins og í Evrópu, þetta bara gengur illa, sérstaklega með ákveðna hópa samfélags sem allir vita að eru fyrir hendi. Og þá er sagt, já, nei, það er þetta að þið voru svo miklir rasistar og nú ætlum við að taka á móti fleirum. Og svo er þetta bara spírall og maður bara, út af því þú varst að tala um að lestina, að sálin einhvern veginn næri ekki að elda mann. Ég held að við séum bara, við erum alltaf að hoppa á milli mismunandi staða og einhvern veginn, við erum alltaf svona, 4 árum eftir í umræðum á Íslandi, en það er ekki að tala um í samhengi við Evrópu. Bara, já, nei, þið tóku ekki nægilega vel á móti þeim, við ætlum að taka á móti fleirum og vonum að þið takið nægilega vel á móti þeim. Nei, það virkaði ekki, en það var þetta að þið tóku ekki nægilega vel á móti þeim. Maður bara, þetta gengur ekki til lengdar. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/1pæling.